Helgi, það komið að stóru stundinni, það Þýskaland í dag, eitthvað sem þið hafið allir beðið eftir, allan ykkar feril. Hvernig er þetta blendan tilfinningar? Já, maður náttúrulega bara ótrúlega spenntur og tilhlökkun í manni. En já, það bara auðvitað blendan tilfinningar. Pínu svona fyringur en já, það bara stillir þetta rétt. Það nú ófáfjaran sem þú hefur sopið á ferlinum. Það sé sér gaman? Nei, alls ekki. Ég að segja þér bara fjallmyndalegur reynslubolti. Það fyrir mikið lengra en það. En samanborið við svona annað álag og annað umhverfi sem við verið í á ferlinu. Hvernig svona metur þetta? Bara allt í kringum þetta? Já, bara allan pakkan. Þetta bara, ég hef aldrei komist í líkingu við neitt svona áður og það ógeðslega gaman að upplifa þetta, en á sama tíma maður, ég væri til í að vera bara 24 eða eitthvað svona, einhvern veginn, þetta svona síðustu sporin hjá manni í þessu landsliðsdæmi og það var einhvern veginn skemmtilegra að hafa upplifað þetta fyrr, en þetta ógeðslega gaman samt sem maður. Þegar að þú segir síðustu sporin, þetta engin smá tími sem svona kjarnaleikmenn í hópnum hafa lagt í alla þessa vinnu bara núna í meira en áratug? Já, þetta alveg búið að vera, ég sá okkur að greinindaginn, það verið 15 ár frá því Kobbi og Jón og þeir spilu sem fyrsta á Logi, held ég, sem fyrsta leik og ég held að ég og Góttur Hlynur kom ekki líka árin setna, þannig að þetta er orðið helítið langur tími, enda eins og ég segi, það svona að fara Þetta eru svona loka metrarnir held ég, já allan mörgum, hvort sem það núna eða næstu ár, en það allan ekki það mikið eftir. Áður við sleppu þér, það svona afskriftir svona umvefja íslenska liðið með þáttöku í þessu móti. Hvað styrkleiki jafnvel sem felst í því? Já, ég meina, þetta eru 5 leikir á 6 stöðum og ef ég að coacha einliðin, þá myndir maður svona allavega að líta á þennan leik sem eitthvað sem ætti að vera bara gefins. Þannig að við þurfum bara að reyna að nýta okkur það, svona þann einhvern veginn meðbyrð og vonandi að nappa eitthvað sem er bara að reyna að kósta í gegnum leikinn. En svo maður náttúrulega vel vera að menn komi bara illa gíraðir og ætla að rústa okkur og senda okkur aftur heim til Íslands. Eins fljótt að við geta, þannig að það er alveg möguleiki í því og tækifæri, en það snýst allt bara kannski frekar hvernig við komum stiltir og framkvæmum okkar hluti út í að það eru klárlega styrkleikar sem við höfum þrátt fyrir að vera mun kannski lægri og ekki jafn hávaxnir, þá höfum við styrkleika og sem að við getum nýtt okkur gegn þessum hinum þjóðum. Helgi, góða skemmtun eftir og gangi vel. Takk fyrir það.